Það er komin að septemberleiðsögn fyrir Steingeir. Þetta er opinn lestur og á við fyrir suma en alls ekki alla, svo takið til sín sem eigi. Við skulum demba okkur beint í lesturinn. Byrjaði athuga hvaða Steingeir ég er að lesa fyrir. Atburði á komandi misseri fyrir Steingeir, öðranir, áskoranir, viðburðir. Það er leiðsögn fyrir Steingeir. Á mögulega niðurstöðu fyrir Steingeir. Kæra Steingeir, það sem kemur hér fyrst varðandi hvað Steingeir ég er að lesa fyrir er að þú hefur síðustu misseri verið að öðlast nýtt sjónarhorn af hlutina og svona svolítið stærra víðara sjónarhorn, sérð hlutina í nýju samhengi. Sýnin er að víkka talsvert. Þetta fylgir sannarlega breyttum aðstæðum eða einhvers konar innri vinnu hjá þér af því að það er þín sýn sem er að breytast. Og í dag, það er þú ert ennþá í þessari þróun þar sem að þú ert að sjá hlutina upp á nýtt og það er ekki alveg búið að þú ert eftir að fá ykkur útskýringar, þú ert eftir að átta þig á hlutunum, þannig að kannski eru upplýsingarnar núna svolítið svona út allt, út þúfur og rosalega mikið af upplýsingum á stuttum tíma og þetta á eftir svona raðast. Þú ert ennþá svona átta þig á því hvernig landið liggur. Það er alveg svona áframhaldandi þróun fyrir þig. Það kemur með tíð og tíma. Þú ert bara rétt að byrja. Þú ert byrjað að koma upp úr hlutunum eða út fyrir hlutina. Þú ert að byrjað að sjá frá þessu nýju sjónarhorni. Þú ert að öðlast skilning út frá nýju sjónarhorni en það er ennþá svo margt eftir að komast og þú ert á leiðinni að uppgötva meira. Og í rauninni eins og ég segi, þú ert bara rétt að byrja. Það sem er framundan hjá þér núna á næstunni er að þú munt standa frammi fyrir ákvörðun hvaða leið þú ætlar. Og þá er þetta svolítið spurningin, ætlar að halda áfram á þessari braut, ætlar að halda áfram að opna augun, ætlar að halda áfram að þróa þennan hluta í þér. Að þér býðst alveg að gera það ekki, þér býðst að fara tilbaka en með upplýsingarnir sem þú hefur í dag þá myndu ekki vilja það. Þú hefur alltaf val, og þú hefur val að staldra við og lifa lífinu nákvæmlega eins og ert núna og halda svo áfram þroskanum seinna eða halda áfram og af því að þetta er að þú ert að fara í gegnum einhvers konar vöknun og sérstaklega þá svona andlega vöknun gagnvart sjálfu þér, þú ert að uppgötva sjálft þig, sjá sjálft þig í nýju ljósi, skilja líf þitt upp á nýtt og það getur verið rosalega ruglingslegt og oft á tíðum bara erfitt þó það sé gott að þá er það mjög snúið og manni líður stundum eins og maður sé bara í frjálsu falli. En þú hefur val. Þú hefur val það hvort þú látir þetta duga í bili eða hvort að þú bara haldur áfram, stígir fram að næstu brún og haldur áfram í frjálsa fallinu, þú bara treystir. Bæði eins og segi, þetta er ákvörðun sem þú tekur
þér ekki hrint út í það að uppgötva lífið út frá nýju sjónarhorni. Þetta ákvörðun sem að þú tekur og þú hefur alltaf val. Þú ræður ferðinni. Af því að leiðsögnin sem þú færð líka á þá leið að það verið að benda þér á. Láttu vaða, ekki stoppa, haltu ótrautt áfram. Já, þetta verður fáránlegt tíma, óraunverulegt og gjörsamlega út á kortinu. Passaðu þig að missa ekki sjónarmáli á því hvað skiptir þig máli. Gættu þess að vera jarðtengt og með í þessum raunverulega heimi, ekki láta glepja þig bara eitthvert. Taktu alltaf tékkið hvort að slóðin sem þú ert á þá stundina sé eitthvað sem þú raunverulega trúir eða hvort að, af því að þú finnur að innra með þér. Mér finnst rosalega gott að minna á, ég ætla bara að endurtaka það núna. Ekki trúa því sem ég segi bara af því ég segi það. Trúðu því að því þú finnur það innra með þér og það gildir sérstaklega í þessari andlegu vegferð og allir þessari andlegu vinnu. Þegar við rekum okkur á alls konar nýjar upplýsingar, nýjar skoðanir, nýjar aðferðir, athugaðu alltaf. Trúirðu þessu innan í þér? Geturðu staðið með þessu í samanburði við þín eigin gildi, þína innri visku? Stundum geta skoðanir okkar breyst svo sannarlega, en við þurfum alltaf að fylgja því sem býr innra með okkur núna. En það verið að benda þér á að halda ótrautt áfram og já, þú myndi upplifa þig berskjaldað, hrátt, galopið, þú ert einhvern veginn að stíga upp úr endurfæðingu og hér kemuru sem birtist eiginlega eins og hvítvoðungur sem að sjá lífið í fyrsta sinn og það rosa skrítið og flókið og maður rosalega varnarlaus og berskjaldaður og einhvern veginn þá virðast allir aðrir í kringum mann vita einhvern veginn allt miklu betur maður sjálfur. En þá kemur þetta aftur. Trúðu því sem þú finnur innra með þér að sé satt fyrir þig. Ekki trúa hlutunum bara því að segja þá. Trúðu að þú finnur innra með þér að það satt. Af því það sem framundan að þú ert að hefja nýja kafla í lífinu. Heimurinn að breytast og hann að breytast mjög hratt og heldur áfram að gera það. En hins vegar þá hann að breytast til góðs og það alveg rosalega hamingja framundan með þér og líka þessi skilningur á tilfinningum þínum og líðaninni. Þú ert að öðlast svo mikinn skilning gagnvart sjálfu þér og svo líka bara þetta með að mér finnst að vera að öðlast svo mikla færni í að gangast við sjálfu þér og að leyfa þér að upplifa tilfinningar þínar þegar þær koma, að upplifa þær, finna þær, leyfa þeim að koma og ekki hafna þeim, heldur leyfa þeim að koma og skilja þær, veita þeim viðurkenningu og leyfa þeim svo að fara sjálfar. Það bara rosa stórt skref í þínum þroska, en þú ert hérna alveg, mér finnst þú vera pínu miðjur rússipanna, ég viðurkenna það, þannig að þetta já, ruglingslegu tími. En þetta mun færa þér svo ofboðslega gott. Nýji heimurinn þinn verður ofboðslega bjartur og fagur og hamingjuríkur. Það gæti til að bara ekki vera betra. Þannig að þú hefur val. En það verið að hvetja þig að velja að halda þinni vegferð áfram. Þannig að þú getur alltaf, þú ræður ferðina sjálft. Þú hefur val. Og klappstýruteymið þitt þannig hinum megin frá, það með þér. Þú hefur stuðning. Fá aðeins meiri einsýn hér inn. Já, einmitt, þú hefur val, segi ég, og það einhvern veginn allt í boði, þannig að hvernig óskum áttu að vita hvað áttu að velja. Ok. Og þá kemur þetta aftur veldu innan frá.
þar sem þú finnur að er satt fyrir þig. Það er einhvern veginn bara svona allt í gangi hjá þér. Ég er ekki hissa að lífið sé svolítið ruglingslegt þessa dagana og oft á tíðum ykkur svona eins og fáránleiki og allar tilfinningar þínar einhvern veginn svona ég sé einhvern veginn sko tilfinningarna þínar eru að hellast yfir þig svona oft bara eins og flóðbylgjur, bara eins og öldur. Þannig að já, það er ruglingslegt. Og einmitt það er svo margir valmöguleikar, það er svo margt nýtt í boði fyrir þú einhvern veginn, að þá er svo erfitt að velja, en þá kemur aftur þetta, alltaf þetta frá hjartanu, veldu frá hjartanu, leyfðu þér að velja, sko, líka þó að það sé, þó að hugur þinn vill trúa því að sé óraunhæft, en einhverju draumar sem þú ert með, einhverju vonir sem að kannski þú telur að séu algjörlega óraunhæfar, en leyfðu þér allavega í augnablikinu að trúa að allt sé hægt. Fagnaðu hverju augnabliki þú ert í stórkostlegri vegferð sem að er ruglandi, þetta er rússíbani, það eru hái punktar og það eru lági punktar, þannig að leyfðu þér að fagna hverjum áfanga fyrir sig, leyfðu þér að fagna hverjum litlum hlut, allt sem að er einhvers konar skref áfram fyrir þig, leyfðu þér að fagna því. Og þannig kemur aftur þetta með að það er svona eins og í hvert skipti sem þú tekur skref fram á við, að þá er eins og sért að taka skrefið fram að brúninni og ert svo í frjálsu falli og einu sem þú getur gert er að treysta því að það verði í lagi og það er verið að biðja þig um að halda því áfram, haldu áfram að treysta að þetta verði í lagi. Lífið þitt verður svolítið á hvolfi á næstunni en á besta mögulega hátt og já, þetta er rússíbani núna. Svo kemur að því að þetta róast og þú fattar, þú skilur. Þá áttu eftir að skilja svo miklu betur af hverju hlutinir eru búinir að vera eins og þeir eru núna. Þetta er stórfengleg vegferð sem er að gerast hjá þér. Njóttu alls sem þú getur notið á meðan þið stendur. Það er svo dásalegt að geta elskað og hlegið í augnablikinu. Að hafa pínu húmor fyrir sjálfið þér af því að já, stundum verðurðu, sko, þú munt eflaust að hafa til svona grípa sjálft þig í einhverjum aðstæðum sem eru einhvern veginn svo stórfenglegar og svona þar sem þú ert að gera eitthvað fyrir þig, í einhverju andlegri vinnu eða ákveður að fara í eitthvað retreat eða prófa eitthvað svona eða hvað nú og svo koma þessi moment þar sem maður svona aðeins horfur á heiminn og horfur á sjálft sig utanfrá séð frá sko svolítið með gömlu hugmyndirnar á kollinum og maður svona fattar bara svona oh my god er ég ekki alvörunni bara að gera þetta? Bara fyrir 2 vikum, fyrir 2 árum þá hefði mér aldrei dottið þetta í hug. Ég hefði haldið að ég væri geðveik. Þessi augnablik eru ótrúlega skrítin en þau eru líka alveg óbóðslega skemmtileg og leyfðu þér að hlæja í þeim augnablikum. Það er mikilvægt. Hláturinn er óbóðslega mikilvægur. Og það að hafa húmor fyrir sjálfur sér sérstaklega í þessum ferðalögum okkar, það er dýrmætt og það styður okkur ótrúlega í vegferðinni. Og ég ætla að fá hér eitt spil úr Sólstjörnu, bara svona til þetta stutt skilaboð í lokin, taka heim og saman. Þetta er nú einhvern veginn ekki, nei, jú, ok, í hlýði, hérna kom það. Já. Pursue your dream, have faith in your intuition.
Já, trúðu á draumana þína og hlustaðu á innsæði. Já, ég held ég ætla ekkert að hafa fleiri orð um það, bara trúðu á draumana þín, eltu draumið þinn og treystu á innsæðið þitt. Bara aftur, treystu innsæðinu og hafðu trú á draumum þínum. Þá ætla ég að segja að þessari lesum lokið. Ég vona skilaboðin rati sönn og rétt til þeirra sem þurfa að halda og komi að gagni. Ég þakka kærlega fyrir mig og ég þakka áheyrnina.